Andri Snær, tap hérna á móti í Aftureldingu á heimavelli. Það er svona verið sem að Afturelding skrílan eftir okkur þrátt fyrir Stefán Árnason sem tekið við að Gunnar Magg, menn þetta verið Gunnar Magg grílan. En hvað heila fyrir útskýris í dag? Já, bara verið í miklu basli með að skora bara í lata leikinn og það er eiginlega bara það sem er erfitt. Þannig að byrjuðum leikinn mjög þungt, svonulega vörðin mjög hins vegar öflug og bara ekkert það að setja en sóknarleikurinn var alltaf hægur og hikandi og bara þannig náðu samt að vinna okkur inn í leikinn í fyrri sko að tempóið var betra og fengum stöðuna sem við viljum fá og svo erum líka með dauða færi meira að segja. Þannig að við erum 1-0 í hálfleik og bara í hörku leik en þú veist afleitt hvernig við förum inn í seinni hálfleikinn sóknarlega. Það er bara kafli sem að drepur okkur og við vorum bara í hólu. Nú náður að rúlla þetta allt á liðinu, það voru menn sem voru kannski ekki alveg að sína stjörnu framistöðu í dag, þannig að þú náður að hreyfa liðið þetta alltaf vel í dag. Já, við erum auðvitað bara komnið með breytt í hópinn sko, byrjuðum náttúrulega fjölskipaðar tímabilið og svo voru menn að koma meðslum og það er bara þannig og menn verða að standa sig, annars er bara skipting og við vorum náttúrulega bara já, eins og segi, að reyna að finna lausnir. Við vorum að reyna að finna hvernig við getum gert betur og prófum svo líka 7-6 og alls konar. Það bara, eins og segi, það var vondur kafli sem drap okkur. Nú er stutt í næsta leik, það er HK á mánudaginn og Fram á föstudaginn eftir viku, þannig að hvað tekur við? Já, bara sem betur fer er bara stutt í næsta leik, sem betur fer af því að við viljum svara fyrir þetta. Þetta var bara drast og við þurfum Við þurfum bara að hugsa vel okkur og skoða þetta en fyrst og fremst bara vitum við það hvað við þurfum að laga og við þurfum að vinna okkar leik. Takk fyrir þetta Andri, gangi vel. Takk fyrir.